þá lítum við á tilvist og ótvíræðni lausna fyrir fyrsta stigs deildajöfnur. Og við höfum verið að skoða jöfnur á þessari gerð hér. Við höfum afleiðu, einhvers fall sem við viljum finna og hægri hliðin einhver formúla sem inniheldur óháð breytuna x og fallið í sem við leita á í fall af x og svo þurfum við nagla einhvern punkt sem við viljum að lausna ferillinn gangi í gegnum. Þetta eru þær kröfur sem við viljum að séu uppfylltar ef var hægt að vinna eitthvað. Og við segjum til dæmis að það fyrsta sem við athugum er hvort við getum fundið eina lausn. Og það er yfirleitt gert með því að bara skoða hægri hliðina og gengur það upp að setja punktinn inn. Við myndum til dæmis ekki, við skoðum þetta hérna strax bara, hér höfum við ímerkt er gefið með þessa formúlu tilvísunarrótin af í og ef þetta væri nú eitthvað skildisverkefni sem ætti að taka í alvöru, alvarlega, en þá sjáum við strax að við verðum að hætta. Við setjum mínus 1 hér inn, þá fáum við tvintölu og við erum ekki á þeim buxunum. Við leyfum ekki tvintalarlausnir. Sem sagt, við erum að reyna að skilgreina föll. En sem komið allavega. Og svo spurt fyrir sér hvert skynsamlegt gildi á x0 í 0 þá getum við ekki leyft fleiri eina lausnir. Það verður að vera ótvíræð lausn. Og svo þetta þriðja, þá þýðir aðeins það að við höfum hér uppáskildi sem það sé vera punktur P, þannig hér og við getum og megum hnikunum aðeins til. Það er að segja, við gerum þetta bara með samfelldri hreyfingu sem táknar það að við færum hann bara samfelldan hátt. Ég lausnaferli í gegnum punktinn, færa hann aðeins til, þá breytist lausnin í þessum skilningi á samfelldan hátt. Það var engin stökk, já. Og þá skulum við skoða næsta sýnidæmi. Hvað þýðir þetta hér? Því ég ekki hérna fyrir neðan. Skoða það hérna. Skulum aðeins sjá. Við ætlum að skoða uppáskildi verkefni sem er þannig að í 0 varpast í 0. Þá setja upp grind svona og 0 í 0. En hér skulum við skoða hvað þetta þýðir. Deildajöfna þýðir að epsilon merkt er 0 ef x er minni en 1 og epsilon merkt er 1 ef x er stærra eða jafnt og 1. Og báðar þessar jöfnur er mjög auðvelt að leysa. Við skoðum þess að hérna fyrst, epsilon merkt er 0 ef x er minni en 1, þá er epsilon fastafall. Ef x er minni en 1, fastafall. Þannig að það liggur í einhverju hæð, það er bara einhverju lárétta líð og handahofi og hún bara hérna. Þetta er bara epsilon í hand og sé, vist á þessu tilviki og ég verður vist að gera svona hring af því að það er strangt minni en 1. Epsilon merkt er 1 og við getum heldað það, þá fáum við x plus fasti, kannski liggur það hér, svona, epsilon og x plus fasti, sem er bara fasti 1 og fasti 2. Og svo er spurt, er eitthvað vit í þessu og við sjáum að við getum aldrei jafnvel þó að við létum fastana
passa þannig að önnur lausnin límdist á hana, þar að segja það verði samfellt í núlli, þá er það aldrei deildanlegt hér. Hér brotnar fallið, það verður aldrei deildanlegt. Og það er því tómt mál að tala um að skilgreina afleiðu. Það er ekki hægt eins og við höfum skoðað. Akkúrat hér. Og já, reyndar þurfa að líma fastana, sjáum við svona saman, að þetta er 0,0. Þetta er þá bara nýr penni. Lausnin er þá að líta nákvæmlega svona út og síðan svona. Uppslun í 0 er 0 hér, en fallir ekki deildanlegt á R. Svo lesa að við getum heldur ekkert gert við þetta. Þetta hérna var ég að taka fyrir niðan, já. Við skulum skoða þetta verkefni hér, uppaskildisverkefni, og reyna átt okkur á því hvað hér segir. Ég ætla að lesa í gegnum það. Við skulum skoða uppaskildisverkefnið. Upsilon er þetta hérna fall, hægri hliðin er 2 í mert, og svo er það veltaði fyrir sér ef x er 2 og y er 0. Og hér fáum við eina augljósa lausn sem að þetta er út úr því að spyrja hvað þarf í að vera. Mig langar að greina, en hvað má í þá ekki vera. Því ég ætla nú að deila. En svo er búin hér til lausn sem gengur upp, eða hvað. Það er það sem við þurfum að skoða. En ef við skulum renna okkur í þetta verkefni og við leysum bara einfallega deildajöfnuna upsilon mert er jafnt og tísnum rótin af í. Og það fyrsta sem við þurfum að gera er að spyrja, þetta er fasta lausn, það er að segja, hefur hægri hliðin 0 stöð, b af í jafnt og 0 fyrir einhvert í. Og ef að upsilon sjálft er 0, þá er hægri hliðin 0 og afleiða fasta farsins 0 er 0. Svo leiði þess að geta strax gert okkur þessi hérna mynd að hér er ein möguleg lausn. Hún liggur svona. Upsilon er 0 fyrir öll x. Þess að upsilon er phi af x sem er 0. Það er í alvörunni fall, bara 0 fallið. Nú, til að ef upsilon er hvergi 0, þá megum við deila að því hún er aðgreinaleg, og þá segjum við í mert hér 1 á móti 2 rætur af í er þá 1. Svo máttum við stilla okkur sporin, segja hér di, dx og heilda beggja vegna. Vinstri hliðin stoppfall 1 á móti 2 í, eða það er rótin af í pluss fasti, og stoppfall x er stoppfall 1 er x og svo pluss eitthvað fasti. Svo setjum við annað veldi og fáum upsilon er x pluss c í öðru. En nú skulum við staldra við og spyrja hvert er uppaskildisverkefnið. Það hefði í rauninni átt að vera afgreitt hér í byrjun. Hér er upsilon 0 og fyrir öll x stýrarlegi þá 2. En nú skulum við láta sem svo að við ætlum bara að leysa þetta og setjum upp á skildið inn, og ef að upsilon er 0 þá þarf x-ið að vera 2. Já. Það ákvarðar fyrir okkur c-ið, fá þá mínus 2 pluss c í öðru, og c-ið verður þá að vera, nei, ég ætla að setja x-átt á 2. Og c-ið verður að vera mínus 2 og jafnan uppfyllt, og þá höfum við lausnina upsilon er þess að hérðan og hingað
Upsilon er x mínus 2 í öðru. Og fyrstu verkefnin okkar, þá fengum við bara föll upp í hendurnar og við spurðum, þetta lausn, þá settum við inn í deildijöfnurnar og athugum hvort það uppfylltu deildijöfnurnar. Og ekkert vesen, en við ætlum að athuga kannski hvort að þetta sé lausn og þarf að deilda þetta fall og sýna það fyrir deildijöfnurna. Og þetta nú fljótt gert. Ef við deildum í, þá fáum við 2 sinnum x mínus 2. Sem sagt, í mert 2 sinnum x mínus 2 og x mínus 2 nákvæmlega rótin af í. Svona, svo þau fyrir deildjöfna. Og hvað er þá að? Jú, það er það sem truflar okkur hér að upsilon jafnt og 0 lausn. Og ef þetta gengi upp, við teikna þetta fall, það kemur hérna niður í 2, þetta er bara fleipóferill sem lítur einhvern veginn svona út. Hérna með 2 núllstöð í 2 og fer svo upp aftur. Ef fallið byrjum á hér, það getur orðið 8-fyllt. Ef þetta væri eitthvað sem gæti gengið upp. Nú ef það kemi hérna, hvort á það að halda áfram upp eða fara hingað. Og það sem er náttúrulega að þessu er það að þessi jafna hérna leyfir ekki að þessi lausn verði til því að við reiknuðum hana út eftir að við höfum aðgreint. En af því að upsilonið er 0 í uppáskiptisverkefninu, þá var hún afgreitt hér strax í upphafi sem hluti þessar hérna lausn. En hverju er þá verið að velta fyrir sér? Þá skulum við koma að spurningunni sem verið að reyna að setja fram. Og hún er svo að ef þetta verkefni er gefið, stundum er erfitt að finna lausnir og stundum fær maður það í hendurnar bara frá tölvu og við höfum hér þetta verkefni, látum við eins og sem að byrja þessu aftur, að 2 svona rótin af í og að athuga bara hvort þetta hérna fall f af x, hvort það bara það, x mínus 2 í öðru lausn. Og eins og við gerum áðan, ef við prófum það, þá virðist ekkert vera neitt að. Og í 8.0 er líka lausnarfallið. Þess vegna viljum við hafa skilyrði, eitthvað viðbótar skilyrði, heldur en bara það að stinga sinni deildijöfnu og athuga hvort það gangi upp, sem að hjálpar okkur að greiða og svona. Við þurfum nefnilega greinilega aðeins meira heldur en bara að segja að formúlan uppfyllir deildijöfnuna. Og hitt skilyrðið er í sjálfs ekki mjög flókið. Við verðum að hafa, og það er bara þetta tvennt sem þarf alltaf að athuga, ef að eitthvað er svona málamblandið, til að skrifa þetta sem f af x, f af x koma s fyrir hann. Sko, hér höfum við uppáskiptisverkefni og það skiptir máli hvað þessi punktur er hér og það er tvennt sem þarf að tékka á og þetta sönnum við ekki heldur notum. Er þetta hérna fall á hægri hlið samfellt og bara á einhverri grennd í kringu þennan punkt og hitt skilir er f verður að vera samfellt og 2 hlutaleiða f með tillit til í að það líka er samfellt. Og hvernig athugum maður samfeldi?
það bara með þeim reglum sem við lærðum í fyrir námskeiðum. Við höfum að það að segja ef að við getum byrjað á margliðunum. Allar margliður eru samfelldar, kósínus og sínusar og svo framvegis eru samfelld föll, og svo höfum við að summa samfelldra falla er samfelld fall, margfeldi samfelldra er samfelld fall, og það þarf bara svona að segja þetta fram núna. Nú, þessi hérna regla, hún er stærðfræðileg framsetning á því sem að kom fram hér áðan. Og þá var kannski bara best að skoða dæmi. Þetta hér sýnir dæmi 1, 2, 6 og haft þarna bara til að sýna að formengi lausnarinnar getur breyst út frá gefnu upphafsgildi. Þetta er svolítið skemmtilegt dæmi. Hérna við upsilon mert er upsilon í öðru, og það er ekkert erfitt að athuga hvort það er eitthvað viti í þessari lausn. Með því að prófa þá þurfum við að spyrja hægri hliðin, upsilon í öðru, er hún samfellt fall í báðum breytum x og y? Hér það bara að skoða í náttúrulega, þetta er bara í öðru. Já. Og ef við deildum það fáið 2y er 2y samfellt fall, og já, það er það. Og upphafsskiptisverkefnið hefur því sérstætt nokkra eina lausn. Við vitum það. Og sérstætt það er ekkert að því að stinga þessum punkti inn. Jöfnu þurfum búin að aðskilja og við fáum bara almennt þessi hérna lausn. Og þessi hérna punktur 1 yfir n, hann er hægra megin við 0, þannig að lausnin liggur öll, þetta er eitthvað tala hérna, x jafnt 1 yfir n. Þannig að lausnin leggur öll vinstra megin við 1 yfir n. Þannig að þetta er mengið. En ef að n til dæmis verður mjög stór tala, ef n verður mjög stór tala, þá minnkar alltaf hérna formengið alveg þangað til það stefnir á 0, alltaf sem til að segja. Og ef að n er einhver tala sem stefnir á 0, þá þurfum við að gæta okkar og græja þetta strax hér. En það má við náttúrulega ekki deila. Og við erum komin í sama svið og áðan. Nú, næsta. Hér er upphafsskiptisverkefni, upsilon er jafnt og upsilon mert er jafnt og f af x komma upsilon. Og hér verður að spyrja hérna er upphafsskiptisverkefni, lausnarferill liggur hér í gegn. Og hér er annar, þessi hérna. Og lausnarferill liggur hér í gegn, eitthvað svona. Og hvernig geta það ekki skorist? Ferlarnir. Svona. Já, vegna þess að þá erum við aftur komin á þann stað sem við vorum að skoða áðan, að frá einum punkti kvíslast lausnin, og þessi regla hér sem að við sönnum ekki, þá hún er of erfið til þess að sanna þetta. Við notum hana. Þessi hérna samt setning eða regla, hún tryggir að ef við tökum einhvers staðar upphafsskiptisverkefni þá geti það ekki greinst fyrir fyrsta stigs, eingöngu fyrir fyrsta stigs. Við veitum það. Og síðan þetta er klassískt dæmi. Hér er bara verið að sýna sviðslínubúta, sem maður setur oft sviðslínubúta með að setja x0, y0 inn í
formúlu fyrir hallatölunni, þess að svona slumpa á hvernig hallin er. Og ef við setjum til dæmis hálfan, fyrir ekki 1,5 inn í, já, þessa jöfnu, það maður þennan halla, já, og hérna skrifum við þetta, svona slumpum á hallan hér. Er þetta samfellt? Já, greinilega, x í báðum breytum, x í 5 og x og y í 5 og e í y, allt er þetta samfellt föll og summa samfelldra og falla er samfellt fall og margfeldi samfelldra er samfellt fall og e í veldinu samfellt fall er samfellt fall. Þannig að svona er þetta nú bara afgreitt. Og svo reisum við eitt svona verkefni og við erum að beita tilvistar og ótvíræðri setningu til þess að sjá að það er til ein og aðeins einlausn. Og hallinn er svolítið brattur, en það skiptir engu máli, hann er endanlegur. Og við byrjum á að reikna út hallatölulustarinnar, áttum bara hvort það sé eitthvað vit í því. Það er fyrsta skilyrðið fyrir skynsamleg gildi á x0 og y0 og hér er því svarað og er þetta fall samfellt og við bara förum með þessu ramsu. X er samfellt fall, x er samfellt sem fall, x. Þá er x í 5 samfellt. Ef y er samfellt, y í 5 samfellt og hér er margfeldi samfelldra falla og summa samfelldra falla. Svo deildum við til y, þarf að segja, við tökum hlutaleiðu og reiknum það bara beint, þetta er 0, þetta er mínus 5y í 4 og þetta verður 2x óbreytt og þetta er samfellt. Og þannig að það verður til ein og aðeins einlausn í gegnum þennan punkt. Svona, við höfum ekkert að gera meira, við höfum bara að kanna það hvort það sé nál í haustaknum. Við höfum bara að toga hvort það sé eitthvað vit í að leita að lausn. Stundum veit maður ekki að gera meira. Og segjum þetta myndband þá gott í bili.